Hörður, erfiðleikur í kvöld, tap, svona þú ferð yfir þetta svona í heildinni, þitt take á þetta? Nei, þetta var bara stál í stál, mjög góð leikur og vorum að elta alla leikinn sem að var bara erfitt. Við hefum náttúrulega ná einu-tveim stoppum viðbútt og ná að jafna leikinn og komast yfir, það er breytt mikið í leiknum. En að vera að elta alla leikinn svo hvernig veginn svona verða þér bara comfortable alla leikinn sem að við þurfum að skoða. Þið eruð á hælunum á þeim undir lokin, alveg á þröskuldunum við að ná þeim. Fannst þið verið eitthvað svona vendipunktur sem að gaf þeim þetta? Þeir náttúrulega hitt úr skotum og ruðningurinn á Mustafa, Rándýr til dæmis og svo skilur það bara svona eitt atriði hér og þar sem að skilur á milli í svona leikjum sem að við þurfum að skoða og mjög gott að fá svona leik fyrir úrslitakeppnina til þess að gera mann tilbúinn samt hvort maður tapi eða vinni og nú byrja bara nýtt mót þar sem að allir byrja á núlli og sumir byrja á heimavelli og því miður ekki við, þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að taka. Eftir kvöldið tekur eitthvað gott út úr þessu hérna? Já, ég meina það er ekki eins og við tapað með 70 stigum, ég meina við vorum að spila bara hörkuleik við hörkulið, þannig að ekki, og ég meina þeir eru deildameistarar, og á heimavelli þannig að það er ekkert að vera gefið fyrir okkar að koma hingað og vinna, en ég meina við gáðum þeim hörkuleik og vorum með hörkuleik allan tíman og við erum með hörkuleik líka, sem að við erum ennþá að finna svona rytma sem við viljum vera í, og svo er já, þannig að við erum bara á leiðinni upp á því held ég. Takk fyrir þetta, Hörður. Takk.